í hvað átt ég að fara, veist. Og það endaði á því að ég sem sagt tók 6 peninga og sagði Guð, ef fiskarnir koma upp, þá fer ég út. Ef hinn hliðin kemur upp, þá er ég á Íslandi. Og það var sem sagt, voru engir fiskar. Og svona til öryggis, þá ákvað ég bara að opna biblíuna og setja fingurinn einhvers staðar og vita hvað kæmi. Og það stóð farið ekki. Þannig ég var komin með alveg svakalega skýrt svar og út frá því svari, þá gat ég sko verið svo viss. Ég þurfti ekki að pæla í þessu meira. Ég bara, ok, þá var bara mitt hlutverk ekki þarna. Seinna skildi ég að þessi hugsjón, hún fann sér farveg þegar við stofnuðum ABC. Og það var miklu skynsamlegri ákvörðun. En já, ég er ekki búin að svara henni. Ég myndi segja að ég mun ekki setja puttann til að finna út svör varðandi spurningar sem varðar þjóðina. En ég mun vissulega biðja Guð að hjálpa mér. Eitt af því sem að ég sá fyrir mér að ég gæti gert í því, það væri að opna Bessastaðakirkju og koma á bænastundum fyrir þjóðinni. Það er svo mikil neyð víða. Það er vaxandi kvíði, þunglyndi, fíkn, fjötrar, alls konar, sjálfskaði. Við sjáum þetta í dagblöðunum, í fréttum og það er stór hluti af unga fólkinu okkar sem er að glíma mjög alvarlega. Og það veitir ekki af að biðja fyrir þjóðinni.